Sæl veriði, við erum að halda áfram fyrir okkur í gegnum fyrstu Mósebók og ætlum að líta á 13. og 14. kaflan þegar að Lot kemur sér svona í smá vandræði og Abraham fer og reynir að redda honum úr þeim vandræðum sem hann er komin í. Ef þið flettið með mér í fyrstu Mósebók 13. kafla þá kemur svona smá forsaga áður en að vandamáli hans að Lots kemur í ljós. Og það er í fyrstu Mósebók 13. kafla, 1. versi. Í síðasta kafla hafði Abraham farið í Egyptaland og verið þar tíma og logið aðeins til konuna sína og var í systir hans og ekki sagt allan sannleikann, hann hafði grætt mjög mikið á því. Setta bara inn, takk. Og en Faró hafði verið mjög óánægður með hann og sent hann út úr landinu bara og sagt: "Af hverju gastu bara ekki verið heiðarlegur við mig?" Svo hann fer tilbaka, hann er ríkur maður og á nóg, en kannski smá skömm sem fylgir því. Svo við lesum: Abraham fór frá Egyptalandi með konu sína og allt sem hann átti, og Lot, sem var líka í Egyptalandi, fór með honum til Suðurlandsins, það sem þeir voru í Kanaanslandi. Abraham var stórauðugur af kvikfé, silfri og gulli og hann flutti sig smátt og smátt sunnan að allt til Bethel, til þess staðar er tjald hans hafði áður verið milli Bethel og Æ, til þess staðar þar sem hann áður hafði reist altarið í 12. kafla. Og Abraham ákallaði þar nafn Drottins. Lot sem fór með Abraham átti líka sauði, naut og tjöld og landið það bar þá ekki báða, svo þeir gætu verið saman, því að eign þeirra var svo mikil að þeir gátu ekki saman verið. Og sundur þykja reis milli fjárhirða Abrahams og fjárhirða Lots, en Kanaanítar og Perisítar bjuggu þá í landinu. Þá mælti Abraham við Lot: engin misklíð sé milli mín og þín og milli minna og þinna fjárhirða, að þið verum frændur. Liggur ekki allt landið opið fyrir þér? Skilði heldur við mig. Viljið þú fara til vinstri handar, þá fyrir ég til hægri, og viljið þú fara til hægri handar, þá fyrir ég til vinstri. Þá hóf Lot upp augu sín og sá að allt Jórdanssléttlandið, allt til sóar var vatnsríkt land eins og aldingar Drottins, eins og Egyptaland. Svo, eftir dvölina í Egyptalandi kemur Abraham aftur og hans hópur, Lot líka búin að vera þarna, og þau koma til fyrirreikna landsins aftur, eða til Kanaanlandir, og ríkari náðu, tekið sérstaklega fram að þeir eru stórauður af gulli, silfri og miklu kvikfé. Og hægt og rólega flytur hópurinn sig aftur inn í landi til Bethel, þar sem Abraham hafi áður reist altari. Og maður spyr sig, af hverju alltaf verið að taka fram einhver svona smáatrið í sögunni? Jú, trú Abrahams var kannski ekki föst við opinberar athafnir. Hann var maður trúar og bæna sem gat lifa trúarlífi hvar sem en fyrir kannski svona opinbera synd gerði hann líka opinbera afsökun, og hér er það sem altari Guðs hefur verið reist, kemur hann eftir för sín í Egyptalandi sem gerði hann ríkari, en samt fór hann í hasti eftir lega sínar, og þar færir hann fórn sína, játa sekt sína og meðtekur fyrirgefninguna á þennan áþreifanlega hátt sem fórnin er. Því að fórnarkerfið hann er ekki flókið. Það þarf ekki að takast á einhver flókin verkefni til þess að standa í þessu eða uppfylla löngu erfið skilyrði. Heldur gerir hann bara eins og Nýja testamentið segir í 1. Jónasarbréfi: ef við segjum við höfum ekki synd, þá blekkjum við okkur sjálf og sannleikurinn er ekki í okkur, en ef við bara játum syndir okkar, þá er Guð trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur okkur syndir okkar og hreinsar okkur af öllu ranglæti. Þannig að kemur Abraham fram, og það er sérstaklega tekið fram að það fyrsta sem gerist eftir hann komur í Egyptaland er að fara aftur á staðinn og hann færir fórn sína á þeim stað sem hann hafði áður reist altari. En það verður eitthvað erfitt að búa saman eftir dvölin í Egyptalandi. Lot hefur fylgst með Abraham og hans vitnisburði, og þeir áttu ekkert erfitt með að búa saman í erfiðleikum áður fyrr. Þá get vel, en þegar þeir koma heim úr Egyptalandi þá gengur eitthvað illa. Kannski við þetta. Erfiðleikir geta styrkt tengslin, en þegar það komið meira en nóg og allir eiga sitt, þá þarf hann að vera svona á sitthvornum staðnum. Og aðskilnaðurinn kannski ekki það versta sem að getur gerst. Stundum betra fyrir fólk að vinna bara í sitthvoru lagi heldur en að vera bara að drepa hvort annað og orðspor hvors annars.
Abraham var kallaður til landsins til þess að vera blessun og farvegur blessunar og fyrirheitisins. Hvað ef að endalaus ófriður og ósætti fylgdu honum á Lot allar stundir út í eitt, þá var nú lítið blessun til annarra þjóða. En það greinilegt samkvæmt textanum að landi þar sem þeir voru á svo tökmörkuðu svæði, það gat ekki framfleytt báðum og tímiti komin að leiður skildu. En það hvernig Lot tekur ákvörðun sína sem sýnir pínu svona frekju eða vanþakklæti. Því að hann sér þetta ágæta land, eins og segir í 10. versi, Jórdansléttunar sem var vassríkt eins og aldingarður drottins og Egyptaland. Og 11. versi segir, Lot kaus sér allt Jórdansléttlandið og flutti sig austur á við og þannig skildu þeir. Abraham bjó í Kanaanslandi en Lot bjó í borgunum á sléttlandinu og færði tjöld sín allt til Sódómu. En mennirnir í Sódómu voru vondir og stórsyndara fyrir drottni. Drottinn sagði svo við Abraham eftir að Lot hafði skilið við hann: Hefðu upp augu þín og litast frá þeim stað sem þú ert á, til norðurs, suðurs, austurs og vesturs. Því að allt landi sem þú sérð mun ég gefa þér og niðjum þínum ævinlega. Og ég mun gjöra niðja þína sem duft jarðar, svo að geti nokkur talið duft jarðarinnar, þá skulu einnig niðjar þínir verða taldir. Takk því nú upp og far þú landið þvert og endilangt, því að þér mun ég gefa það. Og Abraham færði sig með tjöld sín og kom og setti stað í Mamre-lundi, sem í Hebron, og reisti drottni þar altari. Í fyrri köflum og hér kemur fram að Guð hafði veitt Abraham loforð og sagt: Þetta land mun verða þitt. En Abraham veitir samt Lot rétt á að velja hvaða hluta landsins hann vil taka yfir. Og Lot, hann segir: Ég kýs bara þetta svæðið hana, þetta frjósamasta svæðið þess tíma. Jórdansléttuna sem vassrík og mynd á svæðið í kringum Níl, þaðan sem þeir komu í Egyptalandi, og jafnvel sagt að þetta sé frásum líkt Edingarðinum sjálfum, þetta sé þá gott land. En örugglega vegna þess að þetta gott land, þá það fólk nú þegar þarna, það borgir á sléttunni, frjósamt, svo eitthvað að gerast hana. Og hann endar að fara á sléttuna og þar og dreifir úr sér og endar að því að nálgast borgina Sódómu. Og í fyrst sest hann að rétt hjá Sódómu, og í næsta kafla sjáum við að hann sest ekki bara rétt hjá, hann búinn að setja sig í Sódómu, og síðan í hápunkti frásunarinnar Lot, eða lágpunkti í 18. og 19. kafla, þá hann inn í borgarhliðum hennar eins og einn af heldri mönnum borgarinnar. Hann vill það besta, en svona kannski að pínu sjálfseskan hátt, sem að verður honum að falli. Abraham segir: Enga misklíð vil ég milli mín og þín og milli minna hjarðmanna og þinna hjarðmanna. Af hverju? Af því við erum frændur. Ekki allt landi opið fyrir þér? Skildu heldur við mig og far þú til vinstri eða hægri og ég fer þá til hægri eða vinstri hvort sem Og hér sjáum við eitthvað skapgerð Abrahams, sem að segja eitthvað gott eftir síðustu ræðu, eða síðustu texta. Hann ekki sá sem að heldur fast í eigin réttindi og óskir hans umfram öllu. Hann ekki fyrst að hugsa sig og síðast sjálfan sig, þó að loforðið sjálft segi: Hei, Abraham, ég mun gefa þetta land, alltaf, allt. Sjálfselskan svona eiginlega eins og hreinasta birtingarmynd syndarinnar. Að bara ég og mig frá mér til mín, númer 1, 2 og 3, mér oftast bara kostnað annarra. Hann, Abraham, sýnir hérna ósjálfselskuna í verki. Frekar að gefa Lot valið, halda friðinn, heldur hann að halda fast í sitt. Ekki eins og eitthvað meðvirkur og Lot sé að nota, heldur segir hann: Það skiptir ekki öllu máli, það nóg landinu, og þú vilt fara þangað, hei, þá tekið næsta land, það örugglega alveg ágætt fyrir mig líka. Í staðinn fyrir að vera að brjóta friðinn og tvístra fjölskyldunni. Hversu marga tvístraða fjölskyldur eða tvístruð sambönd, tvístraða kirkjur, söfnuðir hefur getað komið vekk fyrir tvístrunina með því kannski að hafa Abraham sem fyrirmynd. Hérna, við skulum ekki hafa misklíð okkar á milli því að við erum frændur. Við skulum ekki hafa misklíð okkar á milli því að við erum kirkja Guðs, við erum fjölskylda. Hei, hljótum að geta, komist að einhverju samkomulagi hérna og leitast eftir því. Það texti í Rómverjabréfinu sem að fjallar, segir: Verið ástúðleg hvert við annað í bróðurlegum kærleika og keppist við hvað?
að vera réttar en hinir eða hafa alltaf rétt fyrir ykkur eða vinna hina þegar það rífast. Nei, keppist við að sýna okkur öðru virðingu. Keppast við, eins og þannig að hef stundum notað þetta kannski í svona samskiptum eða brúðkaupstextum, að snýst ekki að hafa rétt fyrir sér eða vinna hinn, heldur að Biblían talar eina keppnin í sambandinu sé að sýna hver öðrum meiri virðingu eða sýna hver öðrum meiri kærleika heldur en hinn. Og þetta höfum við svona sem, skapgerð trúarmannsins Abrahams. Og eftir þetta, eftir hann búinn að gefa Lot valið og Lot tekur besta landið, þá aftur kemur Guð og endurtekur fyrirheitið og segir: hei, þú ert nýbúinn að gefa Lot landið, ég ætla bara að minna það á það, allt landið, það verður þitt. Ævinlega. Frá hans tíma til okkar tíma hefur landið ekki alltaf verið Abrahams og bókstaflegur afkomenda hans, ekki rétt. En góða stund, þegar Ísraelsmenn stóðu hvað hæst í blóma, áttu þeir landið og lengi vel. Og margir hafa tekið öll loforðin bókstaflega sem Abraham eru gefið og byggja á því algjörlega réttlæti alls þess sem að þjóðin Ísrael gerir í þessi dag. Því að eftir að Ísraelsmenn voru reknir úr landinu sinu 70 eftir Krist, þá voru þeir bara hér og þar, þangað til eftir seinni heimsstyrjöldina fengu þeir aftur landið eftir 1900 ár og setjast hana að. Og oft á kostnað þess að ritningin segir að landið skuli ævinlega ykkar, þá megi bara gera hvað sem er. Við samlanda sína kannski frá Palestínu sem er þarna. Og hei, þetta spilar inn í endatíma spá margra kristinna einstaklinga og þess vegna eru mannréttindabrot bara lítilsháttar miðað við það að uppfylla eitthvað sem þú heldur að gerast í ritningunni. Kannski loforð Biblíunnar til Abrahams skipti Nýja testamentinu á annan hátt en það. Því ef að trúin endar að valda mannréttindabrotum, þá er eftirvill eitthvað að því sem þú ert að gera. En annar hluti loforðsins segir: þú munt eiga fjölda afkomenda. Og Abraham er ættfræði margra, en sem sandur af sjávarströnd skulu þið vera. Ef einhver getur talið sandkonni, þegar mann getur talið afkomenduna þína. Segir hann við barnlausa manninn. Það er athyglisvert að líta á Abraham og loforðið í tengslum við Galatabréfið sem við erum að fara að rannsaka þennan ársfjórðunginn í Hvíldardagsskólaleksíunni. Því að það er sérstaklega bara 3. kafli til dæmis minnist og byggir rosalega mikið á loforðinu sem að Guðs og sáttmálinu sem hann gaf Abraham. Eins og við lásum áðan. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem að treysta Guði. Sannir niðjar Abrahams. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham segir eftir í 3. kafla og niðja hans, og það stendur ekki og niðjum eins og margir ætti í hlut heldur og niðja þínum eins og þeir einn er að ræða og það er Kristur sem allir skuldu hljóta blessun af. Og aftur í 29. versi þess kafla: ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eru það þið niðjar Abrahams og þið erfiðar sem að honum var heitið. Svara kannski ekki öllum spurningum hvað með loforð Abrahams og allt sem hann átti að fá og daginn í dag, en það gefur okkur kannski aðeins smá sýn í að Páll postuli sér loforð Abrahams ennþá í gildi, en bara ekki til alltaf bókstaflega niðja Abrahams heldur þeirra sem eru í Kristi. Svo loforðið sem Abraham hlaut og sáttmálið sem hann gerði við Guð var ekki bara fyrir þá bókstaflega afkomendur, heldur það fólk sem myndi vera afkomendur hans og þeirra trúa sem hann boðaði. Og við sem erum Krists erum afkomendur trúar Abrahams og erfingja fyrirheitisins. Og við nýtum að þetta nánar þegar við förum í 15. kafla bókarinnar. Blessunin sem myndi koma gegnum Abraham og niðja hans var loforðið frelsaran, sjálfan Krist sem að myndi verða blessun allra þjóða. En við skulum þá líta á vandamálið hans Lots í 14. kafla. Stríðið og stríðsfangana. Við ætlum bara að lesa svolítið í gegn kaflan. 14. kafli. Þegar Amrafel var konungur í Sínear, Arjó konungur í Ellasar, Kedorlaómer konungur í Elam og Tídeal konungur í Gójum bar það til að þeir herjuðu á Bera, konung í Sódómu, á Birsa, konung í Gómuru, á Síneb, konung í Adma og Semeber, konung í Sebóim og konungin í Bela. Allir þessir hittust í Siddim-svöllum, þar sem að nú er Dauðahafið eða Saltisjór. Og í 12 ár höfðu þeir verið líðskyldir Kedorlaómer, en á hinu 13. ári höfðu þeir gert uppreisn
Og á 14. ári kom Kedorlaómer og þeir konungar sem með honum voru og sigruðu þessa menn, Refaítana og Karnaím, Súsítana, Emaítanana á Kirjatjaims völlum og Hórítana fjalli þeirra Seir allt til El Paran sem við eyðimörkina. Rosa mikið að nöfnum af fólki og stöðum hérna. Við skulum einfalda þetta aðeins. Síðan sneru þeir við og komu til En-Mispat og fóru herskildi við land Amalekíta og sömuleiðis Amoríta sem bjuggu í Hasan Tamar. Þá lögðu þeir af stað, konungurinn í Sódómu, konungurinn í Gómoru, konungurinn í Adma og Sebóim og konungurinn í Bela og þeir fylltu liði sínu móti þeim á Sittímsvöllum, móti Kedorlaómer, konungni Elóim og hans fylgismönnum, 4 konungar á móti 5. En á Sittímsvöllum var hver jarðbyggsgröfin við aðra og konungarnir í Sódóm og Gómoru lögðu á flótta á fjalli ofan í þær, en þeir sem afkomust flýðu til fjalla og þó tóku hinir alla fjárhluti sem voru í Sódóm og Gómoru og öll matvæli og fóru burt. Þeir tóku líka Lot, bróðurson Abrahams, og fjárhluti hans og fóru burt, en hann átti heima í Sódómu. Þá kom maður á flóttanum og sagði Hebreanum Abraham tíðindin og hann bjó þá í lundi Amorítans Mamre og bróður Eskóls og Anes og þeir voru bandamenn Abrahams. En Abraham frétti að frændans hafi verið hertekinn, þá bjó hann í skyndi 318 reynda menn sína, fædda í húsi hans og elti þá allt til Dan. Skipti hann liði sinni í marga flokka og réðst á þá á nætuþili, hann og menn hans, og sigraði þá og rak flóttan allt til Hópa sem fyrir norðan Damaskus. Sneri hann því næst heimleiðis með alla fjárhlutina og bróðurson sinn Lot og fjárhluti hans hafði hann einnig heim með sér, sömuleiðis konunnar af fólkið. Ókei. Bara til þess að einfalda söguna mjög mikið. Kedorlaómer, konungur Elóam, sem var síðan Babylon, ásamt öðrum hópum og fólki, öðrum smákóngum, lagði undir sig Kanansland fyrir 14 árum. Og nokkri smákóngar sem vildi ekki að hópurinn sem var í nýlenda hefðu gert uppreisn en þeir hefðu ekki náð að sigra. Svo þeir ákváðu, við viljum þetta ekki lengur, við ætlum að gera uppreisn. Og þeir safna saman í lið 5 kóngar á móti 4, en þá kemur þessi kóngur frá Elam og bara fyrir strífið á og algjörlega rústa þeim. Svo þeir eru með einhverja misheppnaða uppreisn, þar á meðal konungurinn í Sódómu, þar sem hann hafði bjóðan Lot, og þegar þeir eru búin að tapa stríðinu þá fara þeir bara að taka þessi vilja, allt fjárhluti og peninga og dýr og fólk og konur og hvað sem og taka. Þannig að Lot endar sem einhver stríðsfangi, þótt hann hafi ekki tekið þátt í stríðinu, þá hann bara, lendir hann í því. Abraham, þekktur í landinu, býr ekkert langt í burtu, en hann tekur ekki þátt í þessar uppreisn. En hann það virtur að hann ákveður og segir, þetta frændi minn, tekur velvalinn hópa mönnu sem geta barist í hans húsi. Þá getur svona aðeins sé hversu stórt klan eða stóran hópa fólk hann hafði, ef hann gat tekið 318 manns sem voru bardagafærir, fyrir utan ungt fólk, gamalt fólk og hvað sem og hann fer og ekki bara hann heldur fylgja einhverju nágrannar sem eru með honum í liði í þessu. Svo fyrri skilnaður Lots og Abrahams hafði ekkert áhrif á ákvörðun Abrahams. Lot hafði sýnt kannski vanþakklæti á Abraham, en Abraham ekki að fara nú honum því nasi núna, heldur sér hann til frændi minn, ég ætla að fara hjálpunum og bjargunum. Svo þeir fara, hann og hans lið, og ráðast á þessa sigurreifu Elamíta, sem eru bara að halda veislu og njóta þess að hafa sigrað. Þeir fara um nóttina, skipta sér litla hópa, fara inn þegar enginn býst við neinu, sigra þá, reka þá á flótta og taka Lot og alla stríðsfangana tilbaka og enda að drepa konunginn líka. Þessi saga ekki svona típiska saga Abraham, faðir trúarinnar. Ekki satt, hún ekki saga sem kennir í Hvíldadaskóla svona hver var Abraham? Maðurinn sem fór í stríð og náði Lot frænda sinn. Nei, svona ekki alveg. En þetta samt sett hana inn. Ég held að sé alltaf sett hann inn í ákveðna röð til þess að bara birta ákveðna mynd og í sögunni hann. Hann vinnur þannig sína leiðs, sigur. Ráðvendni og guðrækni sem hann hafði sýnt og var þekktur fyrir og talað í Nýja testamentinu, þýða ekki að hann heigull þegar kemur að einhverju svona. Vitið þið hvað ég við? Það talað að hann sé faðir trúarinnar.
Það birtist kannski hinn trúaði sem að gerir bara passífur þegar eitthvað svona gerist og vill ekki taka þátt. En Abraham fer og hann, gerir þetta. Svona ekki beint það sem hann hefði kannski búist við. Því að hann náttúrulega að hugsa alltaf heimilisfólk sitt og passa upp á fjölskyldu sína. Þótt Lot búi annars staðar, þá hann ennþá hluti af því og kannski bara hugsaði ég ætla að reyna að hjálpa þeim kúguðu og nú frændi minn hluti af því og þá fer hann bara og næri þá tilbaka. Og Lot og fjölskyldans í hlutverki stríðsfangans og hann hlaut mikið lof og orðstýr hans í nágrenninu óx vegna þess. Og síðan lesum við, ef við lesum áfram, að venjan á þessum tíma að sigurvegarinn á að taka allan ránsfenginn. En Abraham fór ekki í stríð eins og aðrir til þess að stela og komast yfir eignir annara, heldur fór hann til þess að frelsa stríðsfangann sem var frændi sinn. Og hann veit ekki græða á ólukku annara, svo hann segir, bara svo fólk segi ekki, þú hefur fengið svo mikið út úr þessu stríði og þú vannst svo góðan sigur. Þá segir hann, ef við lesum áfram, í 17. versi, þegar hann hafði unnið sigur á Kedolegan konungi og þeim konungur sem með honum voru og hélt heimleiðis, fór konungurinn í Sódómu til funda við hann og Melkísedek konungur í Salem kom með brauð og vín, en hann var prestur hins æðsta Guðs og hann blessaði Abraham og gaf. Blessaði sig Abraham af hinum hæsta Guði, skapara himins og jarðar, og lofaði sig hinn hæsti Guð sem gaf óvinni þína þér í hendur. Og Abraham gaf hann 10 af öllu. Furðulegt að þetta sé sett hann inn í frásögnina, en allavega. Konungurinn í Sódómu sagði þá við Abraham, gef mér mennina, en takk þú alla fjárhlutina. Og þá mælti Abraham við konunginn í Sódómu, ég upplyfti höndum mínum til drottins, hins hæsta Guðs skapara himins og jarðar, ég tek hvorki þráð né skvóþveng, né nokkuð af öllu sem þér tilheyrir, svo þú skulur ekki segja, ég hef gjört Abraham ríkan. Ekkert handa mér, aðeins það sem að sveinarnir hafa neytt og hluti þeirra manna sem með mig fóru, Anes, Eskols og Mamre. Þeir mega taka sinn hlut. Svo hann veit ekki græða ólukku annara, en það einhverju samstarfsmennan sem fóru með honum, aðra þjóðir sem að kannski ekki með alveg sömu gildismöt og hann, þeir mega fara eftir þessum reglum, þó að hann vilji það ekki. Þannig að hann leyfir öðrum að fylgja sinni samvisku hvar þetta varðar, þó að hann sé þeim ekki sammála. Abraham hafði verið lofað land og hann ætlaði að öðlast sitt land og arfleið fyrir blessun drottins en ekki kannski með sverðinu sjálfu. Aftur sjáum við hér göfullyndi Abraham. Að standa sveistinguna að taka ekki hluta gróðans, að láta ekki gróðavon ráða sínu siðferði og lifnaðarhætti, heldur leitina réttlætinu þegar hann frá að ná í Lot. Því að hversu oft fer réttlætiskendin í annarsæti þegar að gróðavonin hins vegar. Það kemur þessi frásögn síðan Melkísedek. Ég ætla ekki að fara í það, því hún vekur upp á margar spurningar til þess að klára í þessari ræðu. Hvernig konungur friðar og réttlætis, sem hann heitir Melkísedek, í þessu samnæmi. Hann þjónn hins æðsta Guðs, hann utan fjölskyldu Abrahams. Hvernig vissi Abraham að hann væri prestur? Ef hann trúarleiðtogi, af hverju kemur hann í einu versi og hverfu síðan úr Gamla testamentinu, þangað til að kemur fram í einhverjum Davíðsálmum og síðan í Hebreabréfi. Skulum kannski kíkja á það síðar. Enga misklíð vill ég sé milli mín og þín og milli minna hjarðmanna og þinna fjarðmanna af því að við erum frændur, sagði Abraham. Leyfði Lot að velja, áður en að leiður skyldu. Án þess að misklíð réði og einkenndi þeirra samband þar sem eftir var. Því að sjálfselskan hún leitar sín, en hinn ósjálfselski Kristur sem að knýr hjartans trúaða fær hann til þess að leita annara. Það sem að þú vilt að aðrir gjöri þér, það skalt þú þeim gjöra. Að vera virkur í kærleikanum eins og Abraham sem leyfði Lot að velja og Lot velur illa og þegar Abraham kemur Lot til bjarga sést það aftur. Það er til passív útgáfa af gullnu reglunni sem er að finna annars staðar í öðrum heimsveiki og trúarbrögðum. Ekki gera öðrum það sem þú vilt ekki að þið geri þér. Bara vertu passífur, ekki gera eitthvað sem þú vilt ekki að þið gert þér. En kall og fordæmi Jesú Krists og Abrahams er ekki passíft að ekki gera, passa að ekki gera þetta, heldur að gera það sem er rétt, að hafa hugrekki og samvisku til þess að fylgja því. Því að trúin, eins og við sjáum hérna með föðurinn trúarinn Abraham, er ekki alltaf fyrir hinna huglausu. Við skulum ljúka hér með bæn.
Faðir á himnum, við þökkum þér fyrir orðið sem við höfum í reikningunni sögu Abrahams. Ég bið við megum að læra af henni fyrir okkar líf og okkar trú hér í dag. Faðir, ég bið að við megum hafa hugrekki trúarinnar sem hann hafði, að við megum hafa, fyrirgefninguna þegar að fólk brýtur gegn okkur og kannski kærleikann til þess að gera það sem er rétt, þótt að manni langi ekki alltaf til þess, eins og hann fer og bjargar frænda sínum. Ég bið að Kristur megi hafa hlut og stað í okkar hjarta til þess að við getum gert það. Að kærleiki Krists megi knýja okkur í því. Við biðjum og þökkum í Jesú nafni. Amen.